skellur á malbyggið. Það haust. Göturnar eru mannlausar. Það nótt. Ljósin í búðagluggunum varpa draugalegri birtu á gangstéttina. Það kalt. Dökklætt vera skýst út úr húsasundi og hverfur út í myrkrið. Það svart. Hann að störfum, einkaspæjarinn. Hann gengur undir nafninu Jón Spæjó. Hvaðan kom hann? Hver hann? Hvert fór hann? Hver á hann? Hann var útfloginn og snar, enginn vissi hver hann var. Jón Spæjó. Hann sat við arinn og tottaði pípu þegar síminn hringdi. Hann spratt upp úr stólnum eins og stálfjöðum. Nasavængirnir víkkuðu, augun urðu að tveim örsmáum rifum og svitinn spratt fram á ennið. Hann lyfti tólinu og ansaði: Já, Jóni, góða kvöldi. Ég hef verkefni handa þér, sagði hrjúf, loðin en jafnframt skræk og fremur slepjuleg rödd í símann. Nú, sagði Jón og drap í pípunu og formakaði palisandi skrifborðinu sínu. Getur hitt mig í kvöld út á Granda klukkan 11:35 að staðatíma? Já, sagði Jón. En hvernig þekki ég þig? Ég verð með bleika jólasveinahúfu og 17. júnífána í hendinni, sagði hrjúfa, loðna, skræka en fremur slepjulega röddin og skellti á. Jón fór í frakkann, bretti upp kragann, setti upp sólgleraugun og labbaði út í trappandinn. Sett í gang. Hann var hvergi smeykur. Hann var útfloginn og snar, enginn vissi hver hann var. Jón Spæjó. Hann sat út í hornin á Grandakaffi og drakk appelsín. Lítill, feitur, rangeður og annað eyra var 3 númerum og stórt. Sennilega eftir mikla notkun á símtóli. Jón Spæjó gekk rólega inn að borðinu. Hann ætlaði að taka hann á taugum og það hefði tekist. Hefði hann ekki runnið í majónesgless á gólfinu og dottið. Hann sprattu með slíkum hraða að engispretta hefði dauðskamma sín. Hann settist upp borðið. Eyrnastór spurði hvort hann vildi eitthvað. Já, kaffi og kleinur. Hann fór að tala og talaði hratt. Hann gekk allur upp og niður og spekaði að kinnarnar hristust ógulega. Og hann hrækti orðunum út í sér og smá kleinum mylsnur fylgdu með. Hann sagði að kona sín væri sér ótrú, en hann vantaði sönnun. Á hverju 50-kvöldi, nákvæmlega klukkan 10, færi hún út og sagðist ætla að fara með hundinn í göngutúr. Hann vissi að það var lygi, því að þau áttu engan hund. En í kvöld hefði hann elt hana og séð hana fara inn í hús á Hverfisgötunni. Og eini maðurinn sem gæti komist að því hvað hún væri að gera þarna, væri hann. Jón Spæjó brett upp kragann, labbaði hröðum skrefum út í kuldann, horfði út í myrkrið. Hann hafði verk að vinna og það fljótt. Hann var útfloginn og snar, enginn vissi hver hann var. Jón Spæjó. Þetta var gamalt skuggalegt hús, hulið trjáflækjum og öðrum vafnisjurtum. Hann sveiflaði sér fimlega við girðinguna og var kominn á húsinu á augabragði, enda ekki nema meter frá girðingunni. Hann tók upp glerskera og skar rúðan úr einum kjallaraglugganum, steinþegjandi og hljóðalaust. Hann renndi sér inn. Eitthvað heitt og loðið straukst úr löppin á honum. Hárin risu á höfðinu á honum og hann fölnaði svo upp að það birti sem snöggvast til í kjallaranum. Og þá sá hann hvað þetta var. Þetta var bara stór og loðin rotta. Hann klappaði henni og hélt svo áfram. Hann fann stiga og læddist upp. Hann sá ljósglætu koma undan hurðinni. Hann lagði við hlustirnar. Hvaða dyngir voru þetta? Þá uppgötaði hann að þetta var bara hans eigin hjartsláttur. Hann opnaði hægtirnar, það brakaði í hjörunum. Komdu inn, Jón, ég hef beðið eftir í allt kvöld, sagði silkimúk kvenmannsrödd. Jón Spæjó gekk hægt inn, leit í kringum sig. Við verðum að hætta að hitta svona Sigga. Hann búinn að komast að þessu með hundinn. Þú skilur.
Hann var útsmoginn og snar, enginn vissi hver